Já, þeir eru sestir hérna hjá mér tveir, Lúðvík Lúðvíksson sem félagi í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur og Jan Gerritsen sem hollenskur blaðamaður. Ég ætla að byrja á þér, Lúðvík. Þú ert í hópi fólks sem hefur staðið fyrir mótmælum í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur. Hvað eru þið að gera? Já, við erum náttúrulega eins og margir aðrir í samfélaginu að mótmæla því ástandi sem ríkir og okkur finnst þurfa að koma gott af framapoti og öðru sem í gangi og eins og flestir vita þá nú VR elsta vígi sjálfstæðismanna og þess vegna hef ég nú viljað kalla þetta klanið og við viljum bara þetta endi og viljum fá stjórnina og formanninn burt og í þessum töluðu orðum þá verið að ganga bæinn og safna undirskriftum. Það þarf ekki nema 200 aðila til þess að kalla fram fund og ef hann vill ekki fara með góðu þá verður þetta að leggja fram þessu undirskriftir. Hvað það sem að þér finnst formaðurinn hafa og hvað það sem þér finnst Gunnar formaðurinn hafa orðið brotlegur um? Já, hann svona fyrir okkur þetta venjulega fólk að þá hann báðum megin við borðið. Hann er öllu meira sín megin, að gæta hagsmuna sinna og sinnar fjölskyldu, þar sem að hann hefur nú viðurkennt sjálfur í viðtali að þau hafi 8 milljónir þarna í bréfum og þá spyr maður sig náttúrulega hvernig getur hann gætt hagsmuna okkar. Og málið snýst ennþá hjá honum að halda hinum hefðbundna verslunarmanni undir 200.000 kallinu. Þannig að það hann að gera. Þið treyst, og svo náttúrulega var þessi gjörningur í Kaupþingi með að afskrifa eða hvað hvernig kölluðum og hvað kölluðum? Fellan yfir ábyrgðir. Já. Persónulegar ábyrgðir. Hvað finnst þér þann gjörning? Hann spilar þetta inn í? Já, að sjálfsögðu spilar það náttúrulega inn í og það spilar náttúrulega líka inn í að það var fengin nefnd til þess að skoða hvort að menn væru hæfir eða vanhæfir til þess að sitja í stjórnum fyrirtækja og það var sem sagt það sem kom út úr því var að þeir væru vanhæfir til þess og það væri mjög óábyrgt af þeim að vera sem sagt báðum megin við borðið og það var hunsað og þetta allt til og allir þessi gjörningar eru til og ég nú ekki lögfræðimaður en ég gluggaði nú aðeins í þetta og mér sýnist svona, maður eigi nú ekki verið að slá neinu fram svona í fjölmiðlum að það eru minnst kosti 3 brot sem að varða við hegningarlög. Já, þú tekur svo stórt upp í því? Já, ég geri það. Já. Og mér finnst bara að þjóðin eigi að stíga upp núna. Það er nóg komið af þessu og það búið að vera að berja hérna á þjóðarsátt og hverjir hafa tekið þjóðarsáttin á sig, það eru þeir lægstlauna og ekki mátti hækka launin. Það mátti ekki verða launaskrið í landinu í góðærinu. Það mátti ekki. Síðan komið að því að þetta fellur og þá kemur að því að leysa þetta góðæri út og því miður, þá engin innistæða. En eru þið nú hefur mikið verið talað um það að virkni í stéttarfélögum sjálfur, skelfilega lítil og svona, eru þið að reyna að gera bara þá byltingu í stéttarfélögum? Þetta er náttúrulega stærsta og öflugasta stéttarfélag landsins. Já, við erum náttúrulega ráðast á elsta vígið, enda sjáum við hvernig stjórnin og allir sem að koma að því máli bregðast við. Þetta er náttúrulega ofsalegir peningar þarna, lífeyrissjóður verslunarmanna og þetta félag, þetta er óbúslega ríkt og miklir hagsmunir. Gætir þú hugsað þér að stíga fram og bjóða þig fram til formanns þessa félags? Ég er ekki að standa í þessu til þess en ég er eingöngu að reyna að fá fólk til þess að hugsa þetta rétt og við erum reyndar ekki fengið mikinn stuðning í þessu fyrir núna. Við vorum 3 fyrst og fjölgaði svo í 15 þarna fyrir utan en förum ört stækkandi. Þau eru að mótmæla þarna fyrir utan? Við erum að mótmæla fyrir utan og við ætlum að halda því áfram þangað til hann fer frá. Og við sjáum náttúrulega önnur félög og þar sem að það þarf hreinlega mannslát til þess að maður víki úr svona félagi. Þannig að við sjáum það
hvað þessi félagsstyrkur sterkur og þá ekki fyrir félagsmennina, heldur fyrir fólkið sem í stjórnum félagana. Já. Það fylgja sér allir utan stjórnir félagana til þess eins að gæta hagsmunar sjálfsins, ekki fólksins. En nú skildi maður halda að verkalýðshreyfingin geti, í því sem að að fara hjá hann, geti verkalýðshreyfingin orðið ansi mikilvæg. Já, það hefur lítið borið á hann undanfarna daga, þrátt fyrir að þjóðarskútan sé sokkin og það eru fáir að ausa hana og verkalýðshreyfingin þeir eru ekki tilbúin til þess að fara á dælunar. Þeir hafa ekki sýnt sig ennþá. Jan Gerritsen, ég tala við þig á ensku. Ég vona fólk skilji ég tók þig nú bara inn í þáttinn með stuttum fyrirvara, ég hitti þig í gær. You are a journalist from NRC Handelsblad, which is a very respected newspaper in Holland. I wanted to ask you about whether the views in Holland towards iSafe, because the iSafe affair is not only in Britain, but it's also in Holland. Can you tell me about that? Yes, iSafe started in May of this year and left Holland beginning of October with 2 billion euros. So that's quite a lot of money. Then the Dutch government took action. The first thing what they did was going to Iceland, because they realized that Iceland could not live up to its obligation to pay all these individual people who had put money in iSafe a guarantee of 20,000 euro. Iceland didn't have the money. So on the 10th of October, the first loan that Iceland got was 1,100 million euro from Holland, so that Iceland could live up to its obligations and pay these 20,000 euro. Then the guarantee in Holland is 80,000 euro. So all people who have put money in iSafe get back 100,000 euro. But that's not the end of the story. Now it starts. Because about 400 million euro of this total of 2 billion was put in iSafe by lower authorities, like provinces, districts, and cities. And this is taxpayers' money. Yes. And so these people have the obligation to get back as much of this money. And this is not covered by that loan. No. So since then there have been negotiations between the government of Holland and the government of Iceland, until now without result. Yes. And now, according to the information of my newspaper, the Dutch government puts on the screws and says, we will not support the loan from the IMF to Iceland until this question has been solved. And what they mean by that is that Iceland has to pay all the damages, all the debts which iSafe has made in Holland. And that So you think, so your newspaper, which is, yes, I think the most respected newspaper in Holland, is of the view that Holland is blocking the help from the IMF help? No, it's not the view. It has been informally confirmed by the Ministry of Finance. So it's not our view, but it is the Ministry of Finance who has given a hint, yes, this is what we are going to do, or what we have been doing. Because we do not know what happened exactly in the IMF, but I have to remember you. First it was supposed the decision would be taken last week. And now it has been postponed to Monday. So we don't know what happens until Monday. Do you think this is fair towards Iceland? Well, is it unfair to ask the debts and the damages which somebody has done? In the case of iSafe, it was quite spectacular. They just closed the office, and closed the website, and people were just asking, where are they gone? Yeah, they went back to Iceland. They just left? They just left. Beginning of October. They just left? Yes. People wanted to check their accounts, maybe put money in, put money out. Didn't work anymore. This is criminal. Well, I would not go that far, but anyway, it was surprising. Yes, yes. But what do you think? You're a Dutch journalist. You are covering Iceland. What do you think about well, when we talked about yesterday, you talked about the sort of the incestuous relationship in Iceland.
Well, I think, you know, this is not to be insulting, but it makes the process making sometimes a little bit slow. I would think, for example, that many experts all over the world have said, you know, if you have a central bank, then it's a good thing to have a banker on top of it. And I think this is a view which is also supported by many people and experts in Iceland. And so one of the first things is that you have to try to realize how much damage has been done to the position of Iceland, the reputation of Iceland. Do we still have trust? And if not, you know, then we have to have a new team. Yeah. It's like in football, you know. Iceland was playing in the first division, now it's certainly in the third division. So what you need is a new team, fresh, young people, and there is talent enough. But the decision process goes so slowly that people ask themselves, you know, what's really happening. That's also in the question with this IceSafe. The Prime Minister says here, these are two things, the loan from the IMF and this question with Holland and Britain. But, you know, these are not two things. If Holland is asked to give loan or support something or take part in the package which Scandinavian countries are talking about, then it has to, you know, the money has to come from somewhere. And this is taxpayers' money, 400 million. Yeah. So, I mean, what do you expect the government of Holland to do? Yeah. Or, in any case, if something would happen like that, what would you expect the government of Iceland to do? Try to guide it back. In Iceland, we are sort of spinning this, I think the government, in a way, is spinning this as a patriotic issue. We will not... Yeah, well, I mean, I would think, you know, if you want to play in the first division, you have to be aware that the rules are different than you think they are in Iceland. This is the international world. So I can't see this as a patriotic thing. I would just turn it around. There would be a Dutch bank coming here and leaving after 6 months with 2 billion euros and saying hi, bye-bye. Well, the nation would be very angry. And rightly so. But now we are asking the Chinese to lend us money, so this is seems the situation is a bit chaotic. Well, that is what I'm saying. I mean, first it was Russia, and then there's a sort of shopping around. Now we end up on the other side of the world. And that is because, you know, you have to make decisions. And I think every expert says if you don't make a loan with the IMF, you lose even more trust in the world than you already have. So I think it's a very important and dangerous game, maybe. We will see. Jan Gerritsen, þakka þér fyrir að koma hingað og þér líka, Lúðvík. Við ætlum að halda hér áfram með 2 nýja gesti rétt á eftir. Ok, takk fyrir.